Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur hérna frá ritstjórn Víkurfrétta í Krossmóa í Reykjanesbæ. Við erum með gott útsýni yfir óróasvæðið á Reykjanesskaganum og höfum verið að sýna það í beinni útsendingu á vef Víkurfrétta síðustu daga. Mjög vinsæl. En að þætti vikunar við hittum kardimmomubörn frá Suðurnesjum, förum í frekari heilsueflingu, fljúum út í Karlinn á Reykjanesi og fáum djass í Sandgerði í Blálokin. En við byrjum í Kardimmomubæ. Jæja krakkar, Kardimmomubærinn, þetta fræg saga sem að, mér að ég man vel eftir þegar ég var lítill strákur. Þetta búið svo lengi. En hvað eru þið að gera í Kardimmomubænum? Já, við erum bara með alls konar hlutverk. Já, við erum til dæmis krakkarnir í Kardimmomubæ, dýrin í dýrasölunni. Í dýrabúðinni. Og alls konar fleira eins og dansarar og hann er í sirkusnum. Fjölleikamaður. Þannig að alls konar bara hvað. Þetta svakalega skemmtileg saga. Þetta æðisleg saga. Bara hvernig hún er líka bara. Þetta svona sígild saga sem allir þekki einhvern veginn. Það bara, það koma bara fólk á öllum aldri á sýninguna af því að fólk hefur bara komið bara síðan það voru litli krakkar. Já. Það gerir svona, það eru töfranir við það. Þetta er svona það hafa við þekki allir söguna. Já, akkurat. Þekkið þið hana frá því að þið voru yngri? Já, ég fór á sýninguna þegar ég var yngri Þannig að ég man eftir miklu Þannig að það er mjög gaman að fá að vera með í þessu Svo að það bókin lesi fyrir mann áður maður fer að sofa. Já. Það ákveðið Ég man eftir hljómplötu heima á æskuheimilinu mínu. Ég hef hlustað á hana. Já, ég að kaupa mér vínil líka. Já. Það er eitthvað svolítið, það er flott við það. Já. Svo á ég líka svona gamla síðan amma afi keyptu það, hún virkar ekki neitt, það heyrist ekkert í henni, svo rispuð Getið þið rifjað upp svona, hvað ég að segja, örstutt nokkra setningar eða bara hver sagan í Kardimmomubænum, hvað snýst þetta? Já, það snýst bara bara fólkið og bara bæinn sjálfan, Kardimmomubæinn. Mjög friðsætt bær, en það er eitt sem að ógna friðinum, sem eru ræningjarnir þrír. Jasper, Kasper og Jónatan, nákvæmlega. Og það eina vesenið með það er akkur að Bastíða bæjarfólk getur tekið það ekki fasta, er að þeir eiga ljón. Og það er vesenið við þetta En svo snýst bara svolítið bara þeirra svona, hvernig þeir verða frá ræningum í betri manneskjur. Já. En þeir ræna Sofíu frænku, var það ekki þannig? Jú, mikið rétt. Jú, þeir gera það af því þeir eru alltaf latir til að nenna að gera allt sjálfur. Þeir eru alltaf að fá hann til að þrífa fyrir sig, var það ekki? Jú. Og elda matinn. Og elda hann, já. Og þeir velja náttúrulega bara erfiðustu og reiðustu konu í bænum, Það sem ekki góð mynd. Mjög skemmtilegt. Já, mjög. En það nú eitt að vera þáttakandi í svona flottu leikriti í þjóðleikhúsinu. Er það ekki? Það er bara heiður Sérstaklega þetta verk. Akkurat, bara æði að fá að vera með í þessu. Hvernig gerist það að þið eru þarna? Herði, við fórum í prufur Það eru prufur fyrir alla krakka Frá okkurum aldri, það var Og það komið 2000 krakkar í pröfunar. Þetta 1000 held ég. 1000 krakkar í pröfunar og 24 komist inn. 24. Þið eru í úrvalshópi. Já, algjörlega. Og þetta náttúrulega bara, þetta alls ekki sjálfsagt og maður búinn að vinna mikið fyrir þessu. Búinn að æfa mikið. Já, líka skemmtilega við þetta, svona skemmtilega og ekki skemmtilega að við erum búin að vera að æfa Kardimmomubæinn síðan haustið 2019. Og COVID náttúrulega truflaði þetta. COVID búið að stoppa frumsýningun okkar tvisvar. Já. En við höfum aldrei gefist upp, sem betur fer. Og við náðum að frumsýna í lok ársins 2020 og þá kom aftur COVID og þá þurftum við að stoppa en svo náðum við að sýna núna í byrjun febrúar og vonandi halda áfram. Já. Þið eru bæði, eins og maður segir, í skóla og að gera ýmislegt annað. Hvernig er að skipuleggja daginn og svona, og hvernig verða sýningar framundan? Maður náttúrulega bara Allar sýningar helgar og þegar maður var á æfingum þá var náttúrulega bara að sleppa skóla. Maður missti mjög mikið af, en meðan svona er þetta, maður fær nú ekkert svona tækifæri alltaf. Nei, nákvæmlega. Gefur Vestló svona séns? Nei, stóðst ekki, en ég náði að fá smá díl hjá þeim og ég með svona díl með Þjóðleikhúsið og Vestló og þetta er ekkert mál. En þetta snýst mikið það að ég þarf líka að leggja mikið á mig heima sjálfur. Lærdóminn sem bara partur af þessu. Maður þarf bara að leggja mikið á sig og maður ætlar að vera í ykkur svona.
Sjáið þið ykkur fyrir ykkur í framtíðina á sviði Þjóðleikhússins? Ég vona það, já. Ég myndi gera allt til að það verið það, sko. Langar að vera leikari? Já. Já. Það langar mig, sko. Draumurinn. Það? Draumurinn. Er einhver uppáhaldspersóna í Kardamommabænum? Já, það er hann Jónatan. Já, ég er saman þar. Það er bara þeir allir saman, svo skemmtileg dynamic. Ræningarnir? Já, þeir eru mjög skemmtilegir saman. Það gera svakalegt. Það er bara Jónatan, hann bara slæri gegn, sko. Já, algjörlega. Og hver leikur hann? Hann Oddur heitir hann. Oddur Júlíusson. Já. Við viljum nú helst ekki að fólk rífi Víkurfréttir algjörlega. Það mega rífa þær í sig, en við vitum ekki hvað töframenn gera. Hér sjáum þið skemmtilegt töfrabragð. Freyr Sverrisson, fyrrverandi handbolta og knattspyrnumaður og þjálfari til margra ára, hefur lengi skemmt Suðurnesjamönnum með leikbrögðum og fjöri. Hann er líka snjall töframaður og hér sjáum við þegar hann rífur kápu af Víkurfréttum. Horfið endilega til enda og sjáið hvað gerist. Það er ekki bara verið að sýna Kardamommabæinn í Þjóðleikhúsinu, heldur er komin upp sýning á bókasafninu í Reykjanesbæ. Komið með okkur þangað. Kardamommabæinn, sýning hérna í bókasafni Reykjanesbæjar. Þetta er, skemmtileg saga og margir Íslendingar þekkja hana mjög vel. Hvað getur sagt okkur sýninguna hérna? Herjá, þetta eru teikningar úr Kardamommabænum, úr bókinni, eftir hann Thorbjörn Egner sem við fengum frá Norræna húsinu og norska sendiráðið styrkti gerð sýningarinnar. En Thorbjörn Egner var mikill vinur Íslandsvinur og til dæmis voru Dýrin í Hálsaskógi sýnd í Þjóðleikhúsinu í fyrsta sinn í heiminum þar. Og hann gaf síðan Þjóðleikhúsinu réttin að verkunum sínum. En hvað getur sagt okkur þessa sýningu? Er þetta myndir eða hvað snýst þetta? Já, þetta eru myndir úr bókinni og við erum bara að minna á bókina og gaman að sé vera að sýna Kardamommabæinn mitt í Þjóðleikhúsinu, þannig að tengingin er alveg strax komin. Og við erum með getraun hérna inni sem að fólk getur tekið þátt í og við hvetjum alla til þess að gera það sjálfsögður. Og svo erum við að spila leikritið í hátalara hérna inni. Og eru krakkar úr skólunum að koma eða er það ætlunin? Já, algjörlega. Og nú er hlutinni mjatla í gang, hægt og rólega. Þannig að nú hafa bara foreldrar verið að kíkja hans inn með börnunum sínum og kíkja á þetta og það kannski vekur upp líka löngun til að kynna sér þetta skemmtilega ævintýri og svo skemmtilega persónur. Og skemmtilegt að það séu 2 ungmenni frá Suðurnesjum með í sýningunni í Kardamommabænum í Þjóðleikhúsinu? Nákvæmlega. Úr gamla bænum líka. Já. Þannig það er alveg æðislegt og þau bara náttúrulega standa sig frábærlega vel þessi krakkar. Þú ert að horfa á Suðurnesjamagasín, en komið þið með okkur út á Reykjanes og við ætlum að sýna ykkur glæsilega náttúruperlu.
Náttúran á Reykjanesi mögnuð og vinsælt myndefni. Okkar maður í Grindavík, Jón Steinar Sæmundsson, skellti drónanum á loft og sendi hann út í magnaðan klett skammt frá Reykjanesvita. Karl, eða Karlinn eins og hann kallaður, um 50 til 60 metra hár klettur eða forn gígtappi sem stendur tignarlegur í hafinu úti fyrir Valahnjúk rétt hjá Reykjanesvita, þar sem sjávaraldan hefur rofið klettinum áranna rás. Karlinn vinsæll meðal ferðamanna og ljósmyndara, enda hann mikilfenglegur og sérstaklega þegar aldan skellur á honum með miklum ofsa. Karlinn virðist líka vera vinsæll hjá ýmsum fuglum. Á þessum mögnuðu myndum Jóns Steinars sjáum við mikinn fjölda skarfa á klettinum. Umhverfið á Reykjanesi svakalegt eins og sjá má á þessum myndum, sannkallað sjónarspil og margir segja falin perla þegar kemur að ferðamannastöðum á Íslandi. Þannig að þó eldgos og jarðhræringar hafi verið í sviðsljósinu síðustu daga, þá náttúran glæsileg og stendur alltaf fyrir sínu. Asparteigur í Garði, nýjar fullbúnar og vandaðar 3 herbergja íbúðir í raðhúsi á einni hæð með 19 fermetra sólpalli. Eignasala.is. Heilsueflingu Janusar Guðlaugssonar hefur verið vel tekið hér undanfarin ár á Suðurnesjum. Janus var að skrifa undir 3-þættan samning við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja skemmtilegt samstarf. Heilsuefling Janusar Guðlaugssonar hófst árið 2017 í Reykjanesbæ og síðar í Grindavík og hefur gengið afar vel. Nú nýlega undirrituðu Janus og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 3-þættan samningum heilsueflingu og heilsuvernd eldri borgara og heildstæða þjónustu fyrir einstaklinga sem lifa við offitu. Janus, það má segja að starfið ykkar hérna í heilsueflingu eldri borgara á Suðurnesjum sé að það sé að víkka út þessa dagana með þessari samvinnu meðal annars við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Já, það kom bæði á óvænt. Það var nokkuð óvænt að þeir hafðu samband við okkur fyrir skömmu síðan og vildu efla samstarfið enn frekar við eins og margir þekkja. Þá höfum við verið í samvinnu við þau varðandi fjölþætta heilsueflingu, fengið afnot af þeirra sérfræðingu varðandi blóðmælingar og nýtt það fyrir okkar þáttakendur þar sem við erum að mæla meðal annars efnaskiptavillu sem í rauninni áhættu þáttur hjarta- og æðasjúkdóma og þar eru þau að greina blóðgildi eins og góða kólesterólið, þríglýseríð eða blóðfitu og blóðsykurinn og síðan eru við að mæla ummál mittis og við erum að skoða blóðþrýsting. Þetta eru 5 breytur og þessar 5 breytur það svona
við getum sagt að eru svona í lykilhlutverki varðandi áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Ef að 3 af þessum 5 breytum eru upp fyrir að niður fyrir ákveðið alþjóðleg viðmið, bæði frá alþjóðlegu kólesterólsamtökunum, hjartavernd Bandaríkjanna og alþjóðlegu heilbrigðisstofnunarinnar, þá einstaklingur með 8-falt meiri áhættu að fá einkenni hjarta- og æðasjúkdóma en sá sem ekki með þessi gildi á þessum stað. Þannig að við ætlum að rita undir samning á eftir þar sem áframhaldandi samvinna á þessum toga verður staðfest. En svo eru 2 önnur mál eða þættir sem þau hafa áhuga að koma í samvinnu með okkur eða sækjast eftir okkar starfskröftum í að aðstoða við að vinna frekara lýðheilsu í rauninni á Suðurnesjum. Viltu segja eitthvað nánar frá því? Það annars vegar heilsuvernd aldraðra, 65 ára og eldri og hins vegar varðandi offituna. Já, ef við byrjum á þessari almennu heilsuvernd fyrir 65 ára og eldri, þá þetta verkefni sem verið að hrinda af stað hér hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og ég held, ég megi segja, víðar landið. Þar sérstaklega verið að bjóða eldri borgurum upp á að kanna lyfjaintöku, kanna beinþéttni þeirra á einfaldan hátt og ef að sú greining vísir að slíkum niðurstöðum benda til þess að beingísnun á ferðinni, þá verður það skoðað enn frekar og allir sem koma inn í okkar verkefni fyrir þetta heilsueflingu, þá í Reykjanesbæ og Grindavík eins og staðan í dag, að þeir fá sérstakan fyrirlestur frá sérfræðingum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja akkurat lyfjaintöku og verið að skoða þessa þætti frekar. Þannig að það mjög ánægjulegt. Og síðan myndumst við á offitu en það heilsta þjónusta bæði Heilbrigðisstofnunarinnar og okkar að taka á þessum málaflokki en ég tel mig fara með rétt mála að 15 fullorðina búi við offitu af einhverjum toga og það þarf að ná utan þessa þætti því þetta vaxandi heilsufarsvandamál í heiminum öllum í dag. Og kannski ef ég held áfram þá notum við okkar sérfræðinga og okkar hugmyndafræði í skipulagi á þessu ferli en þurfum að stilla okkur af. Við þurfum að stilla okkur af með ný fræðsluerindi sem tengist sérstaklega offitu og öllu því sem þar, því fylgir. Þið eru núna í dag að útskrifa 55 manns úr 2 ára programmi. Já, þetta tímamótadagur einnig. Þetta hópur sem hóf leik í byrjun árs 2019. Það búinn að vera hjá okkur í 2 ár. Afskaplega kröftugur og mjög skemmtilegur hópur. Hann að ljúka 2 ára heilsueflingu hjá okkur. Fá svona sérstakt diplóma, en þú útskrifast í rauninni aldrei úr heilsueflingu. Þetta lífstíðarverkefni. En markmiðið okkar að gera einstaklingin sjálfbæran, þannig að hann geti sinnt sínum málum áfram. Ef hann vill vera hjá okkur áfram, þá það velkomið. En annars vonumst við að hafa lagt það sterk lóð á vogarskálarnar að hann geti framfleytt sér áfram sjálfur. Við komum að hreyfihluta og við komum að einnig fræðslutengdum hluta og við munum líka aðstoða til með að gera alls konar mælingar, líkamsgreiningamælingar, tökumælingar á styrk, liðleika, þoli og svo þetta bara koma að því að draga úr kyrrsetu, auka daglega hreyfingu og líka upplifa hreyfingu sem vellíðan og upplifa hreyfingu sem í rauninni bara partur af daglegu lífi. Margir sem hafa verið í þeim sporum að glíma við offitu hafa sannlega allir prófað allar heimsins tegundir af líkamsrækt og mörgum langar ekki einu sinni að stíga inn á líkamsræktarstöð. Þannig að við erum alveg meðvituð það. Þannig að þetta eru smáir hópar og þetta bara farið skref fyrir skref. Við erum bara að innleiða þessa daglegu hreyfingu og til þess að gera bara lífið betra.
af því að við þurfum að vinna að þessu saman til þess að koma að öllum þáttum offitunar. Af því þetta þegar fólk komið með þennan sjúkdóm á þennan stað, að þá þarf að huga að mörgum þáttum og hreyfingin bara einn liður á mörgum, en mjög mikilvægur hins vegar, sem og næringin og svefn og andleg líðan. Og mataræði? Mataræði alveg stór þáttur líka, en við erum svo mismunandi og sjúkdómurinn ofsalega breiður, hann mjög leggst misjafnlega á fólk og það er einstaklingsbundið hvar þarf að leggja áherslur á. Og það það sem að HSS kemur alveg gríðarlega sterkar þar. Og það alls konar lyf sem fólk að nota og taka og þetta helst allt í hendur. Hreyfingin hefur áhrif á lyf, lyf hefur áhrif á hreyfinguna, sem á næringuna. Og það eru næringarfræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og svo við íþróttafræðingar og heilsufræðingar sem koma að þessu. Og þetta svona hugsað að við séum öll að koma að sama markmiðinu og bara það að gera þessu fólki og einstaklingum bara kleift að lifa sem bestu lífi. Einstaklingar með þessi vandamál, með mikla offitu, það oft erfið skref hjá þeim þegar þeir eru komnir þetta langt í offitu. Ekki bara stundum stór mál að koma þeim í verkefni? Jú, þetta gríðarlega stórt skref fyrir mjög marga. Og þetta líka því að þessi sjúkdómur líka bara, hann ekki endilega viðurkenndur. Við erum ennþá stútfull af fordómum gagnvart þessu og ekki bara við heldur, bara þetta allstaðar. Þetta innan heilbrigðiskerfisins, þetta hjá okkur sjálfum og það þarf kjark til að stíga út fyrir svona og stíga inn í svona skref. En hérna á HSS þá eru þeir búin að byggja upp rosalega flotta heilsueflandi móttöku og eru í þeirri þróun núna. Og við erum svo heppin að fá að taka þátt í því með þeim af því að okkur finnst þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og það mikið af fólki sem þarf aðstoðana, alveg eins og bara eldri einstaklingar þurfa að sína aðstoð til þess að ramma þetta inn og að fá hennan skilning og fá þessa virðingu. Að það það sem við leggjum upp með. Það sem okkur vantaði í rauninni var úrræði varðandi hreyfingu og vorum svo lánsöm að hitta á Janus og hans fólk í Janus heilsueflingu sem hefur verið að sjá heilsueflingu fyrir eldri borgara. Þau voru mjög jákvæð að vera með okkur í þessu tilraunaverkefni, þannig að þetta þá hjá honum þetta móttaka fyrir fólk sem lifi með offitu óháð aldri. Hvað það sem hver eru svona helstu ábendingarnar og hvernig prógram þetta hjá ykkur sem þeir einstaklingar sem glíma við offitu fá? Þeir fá hreyfingun og annað hjá Janusi, en það eru aðrir þættir sem þið eru að ræða við þau. Já, við erum í rauninni að bara styrkja fólki að gera breytingar á lífsstílnum og bara svona kannski bara, já, það eru oft mjög margir þættir, þetta einstaklingsbundið, hvað liggur á baki, hvenær fólk kemst í þessa stöðu og hvernig það hefur gengið. Margir eru bara búin að reyna mjög margt og það þarf ótrúlega seiglu til að gera það og þetta svona, já, kannski viðbót inn í þetta engin súpertöfralausn eða einhver megrunar aðferð, heldur bara styrkur í að gera ákveðnar breytingar sem þarf að gera. Lífsstílsbreytingar. Lífsstílsbreytingar, já. Og bara, já, við erum að huga líka, við erum í samstarfi við sálfræðiteymið og fleiri þætti innan HSS, þar sem við reynum að horfa heildrænt á einstaklinginn og aðstofan það sem hann staddur og svona skoða vilja til breytinga og fólk náttúrulega kemur vegna þess að það vill gera breytingar og þetta náttúrulega mjög einstaklingsbundið. Við erum svona líka að fyrst og fremst náttúrulega að aðstofa fólk við að hætta að þyngjast af því með árunum og þá náttúrulega bara gerist þetta svona ósjálfrátt og að léttast 5–10% og halda því mjög mikill stór ávinningur þegar kemur að hjarta-æðasjúkdómum. Að koma í veg fyrir fylgi sjúkdóma offitunar sem geta verið mjög alvarlegir
og þar má nefna hérna truflun á lungnastarfsemi, hjartastarfsemi, stoðkerfi, kæfisvefn og ýmislegt fleira og eða ef að svoleiðis þættir eru eða fylgisjúkdómar eru komnir að laga, að meðhöndla og bæta líðan. Leiðu þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra fjölmiðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis á Suðurnesjum, meðal annars í verslunum Samkaupa. Við erum líka með fréttir á hverjum degi á Víkurfrétta vefnum www.ff.is og með nýjustu golffréttirnar á kylfingur.is. Við endum þáttinn á hljómsveitinni ADHD, jazz hljómsveit sem kom fram í Sandgerði núna í vikunni. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.